Hvernig var síðast árið? Það bara gekk fram úr vonum. Þetta var bara frábært ár. Bara var í mínu besta formi og svolítið toppaði sjálf á mig. Segðu okkur aðeins frá heimsmeistaramótinu, þar sem varst í 9. sæti. Hvernig var undirbúningurinn og hvernig var þetta hlaup? Þetta er náttúrulega alveg gríðarlegt hlaup, fjallahlaup. Já, ég æfði náttúrulega bara mikið í snjónum fyrir norðan. En svo fór ég í æfingabúðir, komst í hitan og komst í svona fastara undirlag. Og ég kom annarslagið hérna söður og tók langa túra með hérna félögum mínum hérna, Guðna og Örvari. Og hlaupið sjálft, fjöllin voru stærri heldur en ég gerði ráð fyrir og brekkurnar lengri og svona meira brútal heldur en ég átti von á. En gaman, hrikalega gaman. Og þetta var svona óhlaupanlegra heldur en ég hafði gert ráð fyrir, en það er bara reynsluleysi. Hvar var þetta hlaup? Þetta var í Frakklandi, í Annesi. Já. En ef ég maður rétt að þú lendir í einhverjum erfiðleikum í hlaupinu, var það ekki? Ekkert svona teljandi, maður lendir náttúrulega, þetta er langt hlaup og alltaf einhverjir erfiðleikar. En ekki þannig, þetta var kannski aðalega, maður hefði getað gert margt betur eins og fylla almennilega á drykkjabókan kannski. Þetta meira vatn, maður gerir sér ekki grein fyrir hvað var heitt og hvað þetta eru langir kaflar. En ég lenti ekkert í neinu teljandi erfiðleikum þannig, það gekk bara vel, ég var bara þreyttur. Svo fórst í annað fjallahlaup, var það ekki í lok ágúst? Jú, þá fór ég aftur til Frakklands í hlaup í Mont Blanc hlaup, CCC vegalengd sem er 101 km. Þá lenti ég í erfiðleikum, þá var rosalega heitt og ég var bara algjörlega tjónaður að hita og bara lenti í því að geta bara ekki einu sinni labbað, ég þurfti bara að leggjast niður og það var bara ekkert sem virkaði, ég var bara alveg orðinn vökva, tómur og ég var bara heitur, þannig ég þurfti að leggjast án í læk og kæla mig vel niður. Og hvað maður lengi að jafna sig eftir svona átök? Já, það fer eftir. Ég hef verið tiltölulega fljótur að jafna mig, en eftir þessi átök þá var ég orðinn slæmur í nára og fór bara svolítið illa, ekki endilega bara út af þessu hlaupi, heldur kannski bara það sem hafði gerst sumari líka. Ég var svona aðeins búinn að pína mig í gegnum lok sumarsins, slæmur í náranum, þannig ég þurfti að fara í aðgerð í nóvember. Þannig að þú hljóst lítið sem ekkert í haust? Já, ég hljóp mjög lítið, já, í október sérstaklega eftir hlaupið. Það var bara svona aðeins rétt að brölta og náttúrulega nóvember bara ekki neitt og það var lítið í desember. En hvernig er staðan á þig núna? Þú ert nú nýkomin úr æfingaferð? Já, hitinn gerir gott. Ég var í 10 daga æfingabúðum Tenerife með Kára og Guðna og ég bara mýktist allur og liðkaðist og náttúrulega það eru, 2,5–3 mánuðir síðan aðgerðin var, þannig að nárinn er orðinn góður, ég var bara að teygja þetta aðeins til. Ég er allur að koma til. Og hvað er framundan í keppni? Ég er svona svolítið að sjá hvernig bataferli verður í framhaldinu, en það er heimsmeistaramót í hálfmaraþoni í mars. Ég ætla nú ekki beint að stíla á það, en kannski verð ég með ef ég bara verð í nógu góðu formi. Og svo er hlaup í maí, Transvulkanian á Kanari. Hvað er það langt? Já, ég held að það hefur verið 100 km. Já, 85 allavega mjög langt. En ertu sem sagt að fara að einbeita hér eftir að utanvegahlaupi? Já, ég ætla bara algjörlega að stíla þetta. Ég ætla að gera það fyrir mörgum árum og bara, komin tími á það, stíla algjörlega þetta. Styrkurinn hjá þér liggur þar, finnst þér? Já, bara hefur alltaf gert það. Ég er góður að fóta mig og undirlagi þeir betur með mig. Sérst, mikra undirlag og bara svona náttúrulegra að vera að fóta sig í grjóti og möl og ég hata malbygg. En ætlarðu samt ekki að prófa eitt maraþon svona einhvern tímann? Það getur vel verið sko, og alveg bara, örugglega,
en ég ætla allavega að reyna bara að toppa mig í þessu meðan ég get og kannski kemur eitt marathon svona inn á milli, getur vel verið. Já, takk.